En nú ætla ég að biðja hann Skúla Skúlason að koma hér og segja ykkur svolítið frá Héraðsvötnum. Gjörðu svo vel. Ég ætla bara að nota tíma og þakka kærlega fyrir boðið að vera hérna með ykkur og tækifæri til að greina frá niðurstöðum í þessu tilviti faghóps 1 í 3. áfanga rammaáætlunar. Það verður aðalega minn fókus. En ég sem sagt vistfræðingur og þróunarfræðingur og prófessor við Háskólann á Hólum og líka sérfræðingur við Náttúruminjasafn Íslands. Hér tala ég alfarið sem fyrrverandi formaður faghóps 1 í 3. áfanga. Og bara eins og ég segi, ánægilegt að vera hérna. En ég ætlaði nú bara að byrja á því að sýna ykkur hvernig ástandið var þarna í 3. áfanga. Þetta var risastórt verkefni sem að verkefnastjórn hafði þar. 25 virkjanakostir eins og verið kallaðir á 15 svæðum. Og ef við hérna bara lítum þá sérstaklega á Héraðsvötnin, þá eru þar 3 virkjanakostir, Skatastaðavirkjun, C og D eins og við köllum, mismunandi útfærslur sem ég fer ekki nánar út í, og Villinganesvirkjun. Þessar virkjanir allar hefðu farið í biðflokk í öðrum áfanga og þótti ástæða til að halda áfram að meta þær og við gerðum það. Og næst ætla ég að sýna ykkur bara yfirlitsmynd af þessu vatnasviði Héraðsvatna í Skagafirði og bara draga athygli ykkar af því að svona kerfi, þetta er í fyrsta lagi risastórt, eitt af stærstu kerfum á Íslandi, vatnakerfum, að þetta er svona heildstætt samhangandi vistkerfi, þar sem að verðmæti sem tengjast vistkerfum eru öll á ferðinni, fuglar, gróður, smádýr, fiskar og menn. Enda mikill og blómlegur búskapur í Skagafirði sem byggir ekki síst á þessu mikla vistkerfi sem þarna er. Og náttúruverndargildi vatnasviðs Héraðsvatna hefur verið metið á ýmsan hátt og ég ætla ekki að fara út í smáatriðin hér. Þið sjáið það á þessum lista hvað þetta er viðamikið. Það eru Orravatnsrústir upp á hálendinu, mjög merkilega rústavotlendi og fuglasvæði mikið á láglendinu. En það sem ég dreg af gefinni ástæðu sérstaklega athygli að eru mikilvægi flæðiengjana sem eru niður við svona nær ósum Skagafjarðar. Þegar þekki til þá er ég að meina svæði fyrir neðan Varmahlíð og allt það stóra svæði sérstaklega. Þannig að þetta er náttúrulega afar verðmætt svæði og metið bæði hér heima og erlendis. Það varðar. Og hér er ég með sérstaklega mynd bara að sýna ykkur framburð sem að kemur úr Héraðsvötnunum frá Hofsjökli. Þetta er Jökulá. Það er þessi framburður ekki síst sem er á leir, sem er undirstaða vistkerfisins. Og sem vistfræðingur segi ykkur líka, undirstaðan í þessu er líka óregluleg heitin í rennslinu sem þetta vistkerfi byggir á og árstíðabundnum sveiflum sem eru mjög mikilvægir fyrir grósku vistkerfisins. Og hérna er bara örstutt mynd kort af Skatastaðavirkjun, sérstaklega, þetta eru stórar virkjanir, það var mjög mikil áhrif á þetta svæði. Nú erum við komin upp á hálendi þarna, við sjáum Hofsjökul þarna og þarna er kannski að draga athygli að Bugslóni sem að myndi vera þarna á óbyggðum víðernum, sem er mjög viðamikil lón sem myndast í stíflu sem að í raun og veru gjörbreytir rennsli í eystri Jökulsá fyrir ykkur sem þekkja til. Og þið sáðu bláu línuna þarna á einni myndinni sem eru göngin sem eru síðan leiða vatnið úr Bugslóni, þessu stóra lóni, niður í útgangs göng sem að renna hér út mun neðar í Austurdal og rétt við Villinganes. Þetta er gríðarlega stór og mikil framkvæmd sem að Skatastaðavirkjun er og áhrifasvæði hennar í okkar vinnubröðum er metið á þennan hátt hérna. Ég fer ekki út í smáatriðin hvernig þetta er gert. Áhrifasvæði er fyrst og fremst í ofan stífluna, en það er líka meðfram ánni. Og núna ætla ég bara að sýna ykkur Villinganesvirkjun sem er búin að vera mjög lengi í umræðunni og hún byggir á stíflu við Villinganes og hefur mjög mikil áhrif til viðbótar það sem Skatastaðavirkjun myndi gera, þessi litla virkjun. Hún myndi til dæmis hindra göngur fiska alla leið þarna upp undir Hofsjökul. Við erum með fjöldan allan af allskyns stofnum og bleikju, sérstaklega þarna upp allt og allskyns smádýralífríki. Og hérna sjáum við hvernig Austurdalurinn myndi líta út í grófum dráttum svona þegar stíflan í Villinganesi væri komin. Og hér er áhrifasvæði Villinganes. Þetta er bara svona smá sýnishorn sem ég er að sýna ykkur hvernig þetta er, en bara að drega athygli aftur að þessari staðreyndum hvernig er samfella í þessu kerfi. Allt háð hvert öðru. Og matið sem að Þóra Elín lýsti svo vel hérna áðan, gengur einmitt út á að grípa þetta samhengi. Þannig er vistfræði. Og ég, eins og Þorri vil sýna af stolti þennan hóp sem vann með mér í rammaáætlun 1 og 3. áfanga og
í faghópi 1 og ég ætla bara að þakka þeim aftur og enn og aftur kærlega fyrir samstarfið. Og fóraðilinn fór vel yfir þessa aðferðafræði þar sem við vorum með þessi ákveðnu viðföng og viðmið og ég ætla ekki að ítreka neitt meira það hér. Þetta var þessi fjölþáttagreining sem byggðist á mjög hlutlegu mati og einkunnagjöfum sem þið sjáið núna rétt bráðum. Og ég ætla nú bara að leyfa þessari mynd aðeins að vera uppi að þetta sem sagt svona gefur ykkur mynd af þessu risastóru flæðiengjum sem eru ótrúlega lítið raskaðar. Og þetta í raun og veru stórmerkilegt á heimsvísu. Þetta að minnstakosti stærstu flæðiengir á Íslandi ef ekki á Norðurlöndum. Og eins og ég segi, allt líf í Skagafirði byggir á þessu, ekki síst mannlíf. Þetta eru sem sagt þá viðföngin sem að röðun þeirra, og nú kem ég inn á aðferðafræðina, að sem sagt þarna erum við að raða verðmætum svæðisins og borið saman við hin 14 svæðin sem voru metin í þessum áfanga. Og þá dreg ég athygli á því hversu mörg raðast efst, taki eftir númerunum. Að 1 og 2, þetta er að svæði raðast númer 1 eða 2 í nánast öllum tilfellum borið saman við önnur svæði í þessum samanburði. Og ef við lítum þá sérstaklega á heildarniðurstaðuna í verðmætamatinu í 3. áfanga, að þá er þetta Skagafjörður. Þetta eru sem sagt þessar 3 virkjanir, eða sem sagt svæðið sem þessar 3 virkjanir eru á. Þetta eru vatnasvið héraðsvatna sem þarna er, og það fær sem sagt hæstu einkunn í verðmæti svæðis. Og þetta eru niðurstöðurnar sem verkefnastjórn síðan notar til að taka ákvörðun að þetta svæði fari í verndarflokk. Eins og frægt er orðið, því að það var nú ekki eitthvað sem allir voru hrifnir af. Nú ég ætla rétt að koma inn á áhrifamatið, þó ég sé að leggja hér langmesta áherslu á verðmætamat svæðisins, af því að það skiptir máli fyrir þær umræður og þær deilur sem hafa verið þessa virkjun og þetta mat allt saman. Áhrifamatið, eins og þið sjáið þannig Búland sem er reyndar þarna í Skaftársvæðið, það fer hærra, en Skatastaðavirkjun C og D kemur þarna strax á eftir, Villinganes aðeins neðar. Og ég nú bara að sýna ykkur þessa töflu til hliðar til gamans til að sýna ykkur hvernig við unnum þetta og hvernig þetta var birt í skýrslunni sem auðvitað ég ætla að vona þau öll að við lesið. Hún er nú ekki nema 350 blaðsíður eða svo, en það er allar mjög góði kaflar í henni. En sko verðmætamatið, fyrir ekki áhrifamatið er gert þannig að þið getið séð þessar einkunnir eins og einkunnin 10 til dæmis, að hún er raunverulega dregst frá verðmætamatinu. Þannig að áhrifamatið auðvitað hefur mismikil áhrif á náttúruverðmæti. Þannig í sumum tilfellum eru áhrif auðvitað þess eðlis að það er hægt að taka ákvörðun virkjun til dæmis eða eitthvað slíkt, en það er alveg augljóslega ekki þessu tilfelli. Og þetta er þess svona samantekin niðurstaða verkefnisstjórnar 3. áfanga úr lokaskýrslunni sem þarna til hliðar og það er náttúrulega alveg bara einhliða niðurstaða að þetta fari í verndarflokk eins og þessi guli texti undirstrikar og síðan er talin upp þessi samfella í verðmætamatinu sem kemur inn á nánast allt svæðið, allt frá hálendinu og niður á votlendið og telur meira og minna upp allar þær lífverur sem þarna skipta máli. Og ég vil líka nefna það sérstaklega því að það er ekki rætt hér en hér var þetta líka faghópur 2 kom hér heilmikið inn á atvinnulífið eins sérstaklega fljótasiglingarnar á Eystri Jökulsá sem eru gríðarlega stór tekjulind á svæðinu og vó mjög þátt. Og það var nefnt líka í þessu sambandi. Nú þess vegna kannski skýtur það skautar svolítið skökku við, þetta var mjög spennandi að fylgjast með atburðarásinni næstu árin eins og hefur komið fram og þetta Björt stóð þarna í ströngu í sínum málum og fleiri sem hér eru inni. En það var þessi niðurstaða meirihluta Alþingis árið 22 að setja þessar virkjanir yfir í biðflokk. Og ég ætla ekki að fara út í þá pólitík hér, en það er en ég ætla að draga athyglingar af einu því að það var nefnt hérna menn þyrftu nú að kynna sér aðferðafræðina, því áður en þeir kannski myndu taka allt of stórar ákvarðanir, að þarna var sem sagt rökin voru þau að það voru mikil neikvæð áhrif á verðmæti. Með öðrum orðum þá þeir notuðu áhrifamat, gagnrýndu að áhrifamati væri of sterkt. En þá er einfaldlega að benda á það, eins og Þóra gerði hérna þegar hún var að sýna lögin á það, að þetta er einfaldlega ekki þannig sem verndarsvæðin eru metin. Verðmætin eru verndarflokkur er einungis metin út frá verndarsvæðunum sjálfum, ekki virkjanakostum. Áhrifaþættirnir skipta engu máli, það skipta engu máli hvað svo lítil og þessi virkjun væri, hún einfaldlega ætti ekki að vera þarna, samkvæmt þessum verndarflokki.
Þannig að þetta bara, þannig gengið gegn í raun lögunum á mínum mati, en þetta bara svona, og þetta úr skýrslu verkefnastjórnar, þar sem hún að færa rök fyrir sinni ákvörðunum flokkun í biðflokk, verndarflokk og nýtingaflokk. Og þá náttúrulega rokið í heilmikla vinnu við endurmat, því að þarna ríkisstjórn búin að setja þetta aftur í biðflokk, svo að Hafdís Hanna Ægisdóttir og hennar fólk í faghópi 1 í 5. áfanga þurfti að fara í heljarmikið endurmat sem í þessari virkilega góðu skýrslu sem þarna verulega vönduð vinna sem að við vorum auðvitað í gamla faghópnum afskólar ánægð með að sjá að þau staðfestu okkar niðurstöðu og meira en það, þau réðu til sín erlendan sérfræðing, Krister Nilsson frá Svíþjóð, alþjóðlegan sérfræðing að þessu sviði og staðfestu þarna að ekki væri neitt ofmat að ræða og í raun og veru bara væri þetta staðfest og verkefnastjórn 5. áfanga ákvað að færa héraðsvett þar af leiðandi aftur í verndarflokk. Nú, en hérna bara úr fylgiskjali sem með þessari skýrslu vísað í mat Kristers Nilsson með mynd á honum og það ætla að draga til tvennu hérna. Það annars vegar það að hér alþjóðlegur sérfræðingur að meta aðferðafræði rammaáætlunar raun og veru. Þannig að þarna fékkst bara jafningjamat eins og gert í vísindum á það að hér væri bara rétt og vel og vísindilega staðið að mál. Það var frábært. Í öðru lagi þá bara hrekur hann algjörlega þessa ákvörðun varðandi Alþingis, varðandi að taka þessa ákvörðun, hann sé engin rök og aftur bendir hann sérstaklega á margar hluti en hann bendir ekki síst á mikilvægi flæðiengjanna og framburðarins og hversu miklu máli þetta skiptir fyrir lífríkið á svæðinu. Þannig að ég segi þetta vegna þess að þetta eitt af deilumálunum sem hafa komið upp og í gagnrýni fyrirtækja og Landsvirkjunar og rakana sem held ég voru notuð svona í sambandi við þessa biðflokksflutning. Að það væri einhver óvissa þannig. Auðvitað óvissa lífríkið á svæðinu. Það ekki til neitt módel eða nein verkfræðileg útfærsla á rannsóknum á reynsli þessara árkerfa sem að kemur með einhverja lausn upp úr hatti. Hér gildir eingöngu að virða óvissuna. Og enn heldur þetta þá áfram hér. Og það náttúrulega að mörguleyti tilefni þessa þings þessi niðurstaða sem birtir á VF ráðuneytisins, umhverfisráðuneytisins 12. ágúst 2025. Það sem ákveðið að halda Kjalölduveitu og héraðsvötnum áfram í biðflokki. En nú rökin þau að það þurfa að fara í einhverja endurskoðun og ég heilt heilmikið það hérna. Og þið kannski skinnið á mér og ég hef mínar efasemdir kannski hvernig þetta standa því en ég alveg til að ræða það. En ég ætla ekki að fara út í þessa deilur eða beint hér atvinnulíf versus náttúru eða einhverja svokallaða orkuskort eða eitthvað slíkt, það voru það fæstandi. En mér langar sérstaklega að benda á samhengið sem við nýlega stefnu sem hún að fara í loftið núna hjá umhverfisráðuneytinu stefnu líffræðilega fjölbreytni. Og ég reyndar tók þátt í stýrihópi til að búa þessa skýrslu til og það eitt sem draga til graf að Sameinuðu þjóðirnar hafa þróað mjög flókna aðferð sem kölluð ecosystem approach, vistkerfisnálgun og hún núna grundvöllur framkvæmdar stefnu líffræðilega fjölbreytni á Íslandi og ekki bara á Íslandi, heldur víðar. Og rammaáætlun eitthvað besta dæmið heildstæða vistkerfisnálgun á Íslandi. Þetta raun og veru alveg ótrúlega mikilvæg staðreynd sem ég vildi bara svona henda þessun í umræðina því að þetta hefur kannski ekki verið mikið nefnt áður. Þannig að ég tel að við þurfum að fara mjög varlega við að breyta rammaáætlun og vinna með hana mikilli virðingu og læra af og svona einhverjar svona stuttar og hæfilega vanhugsaðar pólitískar ákvarðanir eru varasamar. Og ekki síst þegar kemur, nú ætla ég bara að þakka kærlega fyrir með þessu tilvísun hérna í orð Antonio Guterres, af því að það hefur verið talað hérna áður ábyrgð Íslands alþjóðlega í þessum málum. Við erum hér með stóran hluta af víðernum Evrópu, óbyggðum víðernum Evrópu til dæmis og mjög merkilega líffræðilegan fjölbreytileika. Þannig að við höfum verulega skyldur þegar heimurinn stendur frammi fyrir því að 70–80% af þurrlendi jarðar og 85% af votlendi meira og minna búið að eyðileggja hér í heiminum. Við höfum ábyrgð gagnvart svona atburðarás. Það bara það sem ég langaði svona að vísa í og Antonio Guterres tróði sjálfsmorð og ég tekur undir það. En takk fyrir.